Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Herðu, já, ég ætlaði að ná hérna í framhaldsskólakennarana en hérna greip Björn Þorláksson sem að, já, varst á Austurvelli í dag, þar sem voru mótmæli. Bara í úlpunni, nýkomin af mótmælafundinum. Hvað, voru þetta góð mótmæli? Þetta voru nefnilega góð mótmæli, myndi ég að segja, og mér fannst þetta öðruvísi mótmæli heldur en þau mótmæli sem ég hef fylgst með núna undanfarið. Mér fannst vera komin annar tónn í ræðurnar, í orðræðuna, bæði upp á sviðinu og líka á meðal fólksins sem beið eftir að dagskrá hæfist vegna þess að hún hófst ekki fyrir en 16:30, hafði raun verið auglýst klukkan 16, þannig að mér gafst kostur á að ræða svolítið við hinn almenna Íslending sem þarna var kominn. Áður en, í svona 30 mínútur, og það sem að mér fannst nýtt í orðræðinni er að í stað þess að við sem að ræða svona misskiptingar og óréttlæti og pólitískar ákvarðanir, þá eru sko bæði þeir sem töluðu og þeir sem hlustuðu. Við erum bara mikið til að verða sammála að það sé einhver glæpamennska á bakvið þá misskiptingu sem til dæmis felst í vaxtastiginu og hvernig hinn stóru og sterku, hvernig ríkisstjórnin ítir endalaust undir hina stóru og sterku. Og er þetta ekki bara auðvaldskerfi sem var að vera að lýsa? Að kerfi til þess að hygla hinnum auðu og ríku og þurrmjólka almenning? Jú, en sko þemað svik, prettir, glæpamennska. Og Þóra Neyfjörð var með það sem svona millistef í sinni ræðu. Já, það var millistef sem gekk aftur og aftur hjá honum. En mér fannst þau... Það voru svik þeirra sem að sömdu við, það hefur sami við og náttúrulega hann formaður samíkis og líklega fyrst og fremst að vísa til samninga við ríkisvaldið. Það sem lofuðu ýmsu fögru en hafa bara svikið það. Já, en mér fannst þau öll, því að við skulum ekki gleyma því að þetta eru nú borgaraleg samtök. Sum verkalýðsfélögin sem að þarna eru, við erum að tala kennara og eitthvað svona, lið sem að hefur nú sjaldan lagt sig alveg á höggstokkinn. Er þið ekki sammála með það? En sem sagt, þeir sem þarna töluðu, þeir nota orðið stærri orð og tala meira að þetta sé ekki bara siðferðislega óverjandi það sem að gerast hér, hvernig íslensk heimili að brenna upp. Og hugsaðu þér, í dag þá hlustuðu við á Sigurð Inga kynna fjárlögin og það bara eins og þetta málana sem var mjög náttúrulega, sem var tilefni mótmæla fundarins í dag. Það eins og þetta sé ekki inn á borði ríkisstjórnarinnar. Þeir notu ýmis trikk, því þetta er alltaf hryllileg fjárlög sem við erum að kynna, sem hafa tjastlað saman flokkarnir. Notu ýmis trikk, eitt var það að segja, það er náttúrulega einhver sérstakar fréttir í þessu, það var nú meira og minna komið fram í fjármálaáætlun, sem það eins og að þeir sé ekki við efnastjórnina, heldur sé þetta bara fjárlögin sem því að bara þetta er fjármálaáætlun sem hún segir og við erum bara að láta þetta, eins og sé ekki þetta stýra neinu. Svo verður komið með eitthvað slagorð sem var myndi á er ég bara bestakjörnsframsókn sem var að þetta hlýtur að reddast, nei, ég man ekki hvað það er. Þetta er alltaf að koma. Þetta er alltaf að koma. En þetta er ekkert að koma. En ég sá líka að Sigurður Ingi var í nýjum jakkafötum. Já, hann hefur efnað heim. Nei, ég segi að hann náttúrulega vel launaður, mér fannst þetta, ég nefni það, verið að mér fannst eins og hugsunin hafi farið í eitthvað svona, hvernig þetta presentir þetta, það er ekkert í þessu fjárlögum, Þetta er eiginlega bara algjör. Og eitt sem að ég hugsa bara mesta herópið sem að hafi orðið á mótmælafundinum áðan, hafi verið þegar einn fyrirlesaranna benti á það að ef ríki vantaði fé, þá væri hægt að skattleggja Breiðubökin.
bara hver einasti maður það sem vantar í ríkissjóð, þess vegna er halla ríkissjóð, þau voru að kynna 41 milljarð í halla í bullandi verðbólgu, það er reyndar góðærið að gufa upp, en það var 57 milljarðar halli í fyrra og þá var bullandi góðæri og verðbólga. Og ástæðan er náttúrulega fyrst og fremst að þeir innheimtu ekki skatta af hinnum ríku, af fjármagns og eigundum og allra stærstu fyrirtækjana. Ef þau myndu gera það bara svona í takt við það sem er gert í næstu löndum, sem að við viljum bera okkur saman við. Við viljum gera sömu kröfur ríkisveldið á Íslandi, svo að við velferð og annað slíkt og í Skandinavíu. En við bara innheimtum ekki sama skatt á þeir. Og það er ástæðan fyrir að við erum að reka þetta með halla og að velferðarkerfið okkar er veikt og veikist enn. Og sko það kom fram í máli allra framsögumannanna að þeir líta á fjárlagafrumvarpið sem niðurskurðar fjárlög. Þótt önnur orð hafa nú verið notuð innan ríkisstjórnarinnar. Það var engin niðurskurður, sagði Sigurður Ingi, en það var líklega verið að benda á annars vegar að það er langvarandi sveltistefna. Svelti og heldur áfram. Hefur grafið undan öllu grunnkerfi samfélagsins, þá halda því áfram. Þannig ef þú heldur áfram að segja að ég gefi þér bara 90% af því sem þú þarft til þess að nærast. Og svo ætla ég ekki að fara með það niður í 87%, heldur í 90%, þú heldur áfram að léttast, sem ég kannski veit ekki af. Og ég svona bara hripaði niður hérna á milli þess sem ég var að tala við fólk og taka einhverja myndir og svona reyna að gera eitthvað sem að blaðamenn gera á vettvangi. Þá hripaði ég niður bara svona á síman minn svona nokkrar málsgreinar sem að mér fannst fanga andrúmsloftið. Það var alltaf það sem kom fram hjá Finnbirni að heimilin alltaf borga heimilin fyrir lélegustu efnahagsstjórn alheimsins, eins og kom fram hjá Harvard nema sem að satt hér við rauða borðið hér daginn. Það var ung íslensk kona sem að taldi bara líklegt að íslenska efnahagsstjórnin væri svo versta í heimi. Það kom líka fram eins og tölum við bara hægri fólk þættinum Synir Egils. Og þá var ég að benda það að slæm efnahagsstjórn og þessir hái vextir og svona, þau bitna á þeim sem að síst gildi. Og þá sögðu það, ég er það ekki þannig alltaf. Þetta er alveg ótrúlegt. Og sko ég held að nú sé komið hingað og ekki lengra. Að sko þessi samtrygging, að fjöldinn sé að bylta þessari samtryggingu. Mér sýndist það þarna áðan, sko einhver var að tala að hverju ekki fleiri, mér fannst margir með að við skýta kuldan. Það er alltaf svona mótmæli. Þegar sólin skein ekki. Ég fyrir ofta mótmæli. Svo kemur alltaf einhver upp að mér og segir, það mætti nú vera fleiri. Það eru þá menn sem oft hafa hagsmuni að gæta hinum megin. Ég veit ekki, nei, þetta er svona, ég held að sé bara svolítið svona ósiður. Þetta er svona bent á það til dæmis á gömlu fólki á elliheimili. Það þegar fólki þess kemur í heimsókn, þá kvartaði verið engin komi. Þannig þú átt bara að horfa á það sem eru þarna. Og ég held að það var ekki Þórður Neyfjörð sem að benti á það að miða við kuldan og strekkingi sem var þarna. Sinnum 8 var það ekki. Já, hann var að segja það. En sko eins og kom fram hjá Sonju Ýr Þorbergsdóttur, heitir nú það ekki, fer ekki rétt með það, að hún sagði sko hlutverk stjórnvalda á öllum tíma, eitt helsta hlutverk stjórnvalda það væri að minnka þjáningu borgarann í samfélaginu. Hugsaðir nú þetta fjárlagafrumvarp sem var lagt fram í dag og hugsaðir þetta attitút gagnvart íslenskum heimilum, gagnvart láglaunafólki, gagnvart leigjendum, gagnvart öllum þeim sem að hafa mist allt sitt á bálið í þessu vaxtafári og í þessari verðbólgu á þess að nokkur í ríkisstjórninni hafi reynt að hugga einn einasta einstakling eða linna þjáningar þeirra. Þau hafi ekki, geti ekki horfst í augu við þetta sé svona. Nákvæmlega. Ég man einhvern veginn að benda á þetta á þingi að ef þú ert með svona háa vexti og glíma við ykkur verðbólgu og það er vitað að þetta bitnar helst á þeim sem að síst gildi, þá verður að koma ykkur aðgerðir á móti til að verja það fólk. Og þá sagði Bjarni Benediktsson sem að þá var fjármálaráðherra, hvaða rugl væri það nú ef við séum að hækka vexti til þess að draga peningur umferð til þess að láta sko fólk geta eitt minnu, ætlum að fara að bæta það upp hinum einn. Hann er svo bara kveikt ekki á perunni sko, það þyrfti að sko bæta þá sem að þetta sko stór skadar. Hann er kannski bara að horfa á fólki sem ætlar að fresta því að búa til sólpallin kannski hálft ár í Garðabænum, sem að þú veist, engi græddu það. En það sem að háir vextir og verðbólgar að gera núna, þau eru bara að taka matinn af borðunum hjá sko fólki sem ætlar að gefa börnunum sínum að borða.
einmitt. Og svo eru nokkri rauði þræðir sem að gengu þannig gegnum alla ræðurnar eins og að sko það væri engin metnaður eða vilji hjá stjórnvöldum að viðhalda þessum almannakerfum eða bæta þau sem sætir auðvitað mikilli furðu miðað við þjóðartekjur, miðað við hvað samfélagið er ríkt. Og sko það var svona sumt sem að þetta var náttúrulega góður fundur hans mér því að hann var öðruvísi heldur en staglið inn á Alþingi. Það komu svona nýjir fletir hjá Höllu Gunnars, varaformanni VFR. Sem þetta varaþingmaður VFG. Reyndar hún það, sem pínlítið truflandi, af því að VFG er ríkisstjórn. En sko hún sagði, sem að kannski er til marks að líkurnar á því að Vinstri grænir ætli ekki að klára þetta kjörtímabil, mögulega til marks það. Hún sagði að það væri bara kerfisbundið verið að bora göt á íslenska kerfið og skipta inn einkaframtæki í staðinn fyrir þar sem áður var almannakerfi. Það var hún að tala svona, nefndi meðal annars uppbyggingu hjúkrunarheimilis aldraðra minni mig. Já. Og hvernig einkaaðilar ná að hagnast á því að... Það önnur göt sem við höfum oft bent á, það er til dæmis þegar nýsköpunarmiðstöð var eiginlega lögð niður og nýsköpunarsjóður, að þá var búið til endurgreiðslukerfi út úr tekjuskatti fyrirtækja. Þannig að fyrirtæki gátu bara tilkynnt það að þau væru með einhverja nýsköpun í gangi eða nýji fósturabíllinn væri rafmagnsbíll og það væri svona nýsköpun ykkur. Og þarna sogast út úr fjármálaráðuneytinu, ég held að það væri eitthvað komið upp í 15-16 milljarða ári sem bara sjálftaka fyrirtækja sem að þau geta bara lækkað skattarnir sinna að vild. Og svo hefur við líka verið að benda á að til dæmis frestun skattgreiðslu ef að þú selur eitthvað fyrirtæki og eignið þín var geymd í enga hlutafélagi og söluhagnari fer þangað upp, þá getur þú frestað í að borga skatt bara næstu eins og vilt. Ótrúlegt. Já, þannig að kerfið míglegur og ekki míglegur. Og ástæðan er svo að ríkisvaldið þjóna fyrst og fremst hinnum ríku og auðugu. Ríkisstjórnin gerir það. Mér finnst það þráðurinn í þessu. Ég heyrði það hjá henni Sonju, hjá Þórarni og Höllu. Það sem talað raunverulega af því að hvað er langt síðan að ég tók þátt í að stofna sósíalistaflokkinn, það eru svona rúm 7 ár. Þá vorum við að tala svona auðvald og að samfélaginu væri kerfi sem að vera að flytja auð, völd og auðlindir frá almenningi til mér finnst að öll tala bara út frá þessu. En þetta er orðið meginstraumsumræða, samanber það sem framkom á fundinum. Já. Ég segi ekki meginstraums, en þetta var allavega þarna var þetta... Já, þetta var allavega, hún er kannski ekki orðin meginstraums umræða út í samfélaginu, en á þessum fundi var þetta meginstraums. Verkalýðshreyfingin talaði ekki svona fyrir 8 árum. Nei, og hann myndi líka á það, hann Ragnar Þór Ingólfsson, að verkalýðshreyfingin sat á hliðarlínunni og aðhafðist ekki eftir hrun. Nú væri sá tími liðinn. Og ég held að Sigurður Ingi, Bjarni Ben og Mummi og þetta lið þarna inn á Alþingi sem að var allt fjarverandi á þessum fundi fyrir utan 4 þingmenn. Ég fann 4 þingmenn. Björn Leví líklega? Ég fann Björn Leví, það er rétt. Halldóru Mogensen fann ég líka, Pírata. Hún Sunna er stödd út í heimi, þannig að hún gat ekki verið þarna. Ég er að nefna bara þá sem ég sé stundum á fundum. Já, svo gat ég fundið 2 þingmenn flokks fólksins. Annars vegar Eyjólf. Og Ástu Lóu. Nei, ég sá ekki... Þetta er kannski ekki skemmtilega dagskrárliður, ég er að gíska hverju voru á fundurum. Heyrðu, allavega, það voru 4 þingmenn, 2 frá Pírötum og 2 frá flokki fólksins. Og mér fannst áhugavert að þau sé ekki enn að kveikja. En svo er það svona hafa í huga að þetta var beint fyrir þetta þingi. Ég veit það. Það var bara fjárlaga nýbúið að leggja fram fjárlögin. Þannig að þau þurfti ekkert annan að labba svona líklega 32 metra. Svo eru miklar girðingar og grindur fyrir utan Alþingi og það fyrsta sem ég sá þegar ég labbaði í átt að þessum mótmælum, það voru 2 lögreglubílar og það síðasta sem ég sá, það var risastór svartur lögreglubíl. Ég sá löggur út um allt, þær voru þarna út um allt. Þetta var nú einhver friðsamasta samkoma sem ég hef nokkuð sinni fyrir hitt. Eins og þú veist að mótmæli eru almennt hér á Íslandi. Þessi sérstaklega, þetta var, ég held að meðalaldurinn hafi verið tiltölulega hár með við mótmæli. Já, einmitt. En mitt í þessum fjárskorti öllum og 40 milljarða króna halla og það er náttúrulega glæpsamlegt í verðbólgu
að það sé verið að leggja fram fjárlög eins og verið að gera í dag. Mitt í öllu þessu, þá sá maður milljónirnar og kannski 10 milljóna brenna upp í öryggisgæslu fyrir það sem þarf ekki að auka öryggisgæslu gagnvart. Mér heitt í hansi. Já, heldur að þótt að það verið kalt. Sko, svona mótmæli. Ég er úrbann. Svona mótmæli, ef að þú værir að skipuleggja það, þá myndir þú segja, við byrjum á mótmælunum, svo verður þú að halda áfram. Það er engin dæmi það að svona ein mótmæli, skilja ykkur. Heldur að það sé planið hjá þeim sem að standa á baku þetta? Já, að fara að hafa þetta kannski reglulegt? Ég held það, og ég held að verði fleiri næst, og ég held að gamla herópið vanhæfur ríkisstjórn, sem kannski heyrðist í útsendingunni. Það var nú bara 9 af hverjum 10 sem öskruðu þarna á Austurvelli, vanhæfur ríkisstjórn. Ég held að það sé bara komið aftur til að vera og það verður engin friður í kringum þessa ríkisstjórn. Það er til mörg slagur sem má nota úr gamlu mótmælum, burtu með þessa vanhæfu ríkisstjórn og sviltu ríkisstjórn og við hefum líka svona Bjarni Burt og fleiri sem má nota. Það er að nóg að taka. Gaman þegar að almenningur lætur í sér heyra og reynir að virkja lýðræðið sem það sannlega veitir ekki af. Mjög til fyrirmyndar, öll sem mættuð. Takk fyrir að koma Björn og það hefur alveg getað tekið af þér úlpuna en það hefur gott að sitja inn í heitu stúdíónu í úlpunni. En þá byrjar eiginlega dagskráin sem við vorum að kynna áðan að ég ætla að skjótast fram og athuga hvort að framhaldsskólakennararnir séu hérna ennþá og spjalla við á framhaldsskólan í svona þessari keðju sem við erum með í þessari viku þar sem við fjöllum skólakerfið og tökum eitt skólastig í einu, tókum leikskólan í gær, nú það framhaldsskólanir, svo verðum við með grunnskólana á morgun. Þar stann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.